Ja, það er haldið af stað enn eitt skipti. Já. Nú heimsmeistarakeppni. Já, þetta bara spennandi náttúrulega nýtt bara nýjar aðstæður að vera að keppa í þessum gluggum og svona maður sér það að maður er búinn að hugsa þessu einhver ár hvernig það yrði að vera og núna er þetta að koma að orða veruleika og það er alltaf bæði kostur og gallar við þetta. Kosturinn það að vera með leiki og heimaleiki og svona leiki inn í körfuboltasísoninu en á móti þá erum við náttúrulega að taka leikmenn og þjálfara frá liðunum sínum á þessum tíma og höfum ekkert rosalega mikið tíma í undirbúning þannig að ég held að þetta hefur sína kost og galla og verðum við fróðilegt að sjá hvernig þetta kemur út. Sjáðu hópinn hjá okkur. Þetta er allt annar hópur heldur en ég segi kannski ekki allt annar en þetta er mikið breyttur hópur frá þessu lokamótið Evrópumótsins. Já, ég klálega það eru 6 leikmenn sem get ekki eða get ekki verið með að ýmsum ástæðum, hvort sem meiðsli eða liðin erlendis að halda þeim eða persónulegar ástæður, þannig að það er töluverð breyting og það sem kannski erfiðast í því er að reyna að koma með nýjum mönnum inn í það sem við erum að gera því að þetta er mánudag, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudagur leikur þannig að það er erfitt að breyta því gjörsamlega að fá inn fullt af nýjum leikmönnum en þess vegna er gott til dæmis að Axel og sérstaklega Settur Arnar og Óla voru með okkur í öllum undirbúningnum þannig að við vissum að því að við gætum mögulega verið án til dæmis Elvars í þessum glugga þannig að þeir allan eru standað nær og eru þá meira tilbúinir heldur kannski strákar sem eru að koma alveg nýjir Kári sömulegis búinn að vera með okkur náttúrulega í sumar í U20 og einhverjum æfingum þannig að hann þekkir þetta meira þannig að það var mikilvægt að reyna að halda einhverju svona samfelli í því sem við gerum og svo náttúrulega Jakob sem hefur sérstaklega spilað varnarsystemið og var náttúrulega með okkur fyrir 2 árum þannig að þáttur að breytingarna séu miklar er jákvæmt að við séum alltaf með leikmenn sem kunna það sem við erum að gera bæði orðin og svo. Já, sá að það tæki Tómas Þór efnilega stóran leikmann inn í liðinu skiljið Sigurður Þorsteins ennþá fyrir utan hópinn? Já, hann gaf ekki kost á sér. Gaf hann ekki kost á sér? En hvernig líst þér á að taka nýja leikmann inn í svona stjórnarverkefni eins og Tómas? Já, ég held að Tómas sé hugsað meira til framtíðar. Hann hefur það svona element að vera hávaxinn og sterkur og geta stíð út fyrir þryggstælinu og skotið. Eitthvað sem við erum að leita eftir frá okkur stórum mönnum og sjá til dæmis Hlín sem hefur gert það gott og undanfarin árum áratugum að geta skotið fyrir utan og opna þannig að haldið okkar leikstíl gangandi. Þannig að ég held að þetta verður athyglistími fyrir Tómas og sjá bara hvernig hann kemur út í þessu þannig að þetta verður vonandi lærdómsríkt fyrir hann og fyrir okkur að sjá hvernig hann stendur. Hvernig líst þér á möguleika liðsins í þessu? Bara vel, við erum okkur vantar gríðarlega sterkar leikmenn og kjarnar leikmenn sem hafa verið í liðinu undanfarin árum. Það ekki svona heilt yfir hjá mótherjunum líka? Jú, ég segi það sko, það er þannig hjá okkur og sjálfsögðu í hinu liðinu líka þannig að maður svona, það er erfitt að setja niður kannski puttana á hvar við munum standa gagnvart hinu liðinu akkurat núna en þetta eru alls hæfileikaríkir strákar og góðu körfuboltamenn sem vilja ná langt og vilja gera vel þannig að ég held að við erum bara bjartsýnir fyrir þetta verkefni og að við náum að búa til góða varnarheild og náum að þétta vörnina og samanskapið skapa eitthvað svona með þá held ég að við höfum alltaf möguleika bæði í Tékklandi og svo ætlum við okkur að vinna leikinn hérna heima. Já, takk.